Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, komið þið sæl aftur. Við ætlum að velta fyrir okkur heilsufari landsmanna. Morgunblaðið fjallaði sérstaklega heilsufar starfsmanna Reykjavíkurborgar og það nú aldeilis ekki nógu gott samkvæmt fréttblaðsins. Það nú bara þannig að samkvæmt opinberum upplýsingum frá borginni starfa 11.000 manns hjá Reykjavíkurborg og veikindahlutfallið jafngildir því að 850 starfsmenn hafi átt við krankleika að stríða dagvern allt árið 23. Við erum ekki með tölur fyrir 24. En þetta ansi hátt hlutfall og eitt af því sem að vekur athygli hve heilsufar virðist mismunandi eftir sviðum. Hæst veikindahlutfallið á fjármála og áhættu stýringarsviði 8,7% en það munar alveg gríðarlega miklu á því hvar borið niður því til dæmis á mannauðs og starfsumhverfisviði hlutfallið bara rétt 2,5%, þrisvarsinnum lægra. Og ég fengi hérna að rauða borðinu til mín fyrrum þingmann og borgarfulltrúa Vigdísi Hauksdóttur til þess að rýna aðeins í þessar tölur. Vertu velkomin, Vigdís. Já, þakka þér fyrir. Sko, hvað segja þessar tölur þér? Já, þetta ekki nýtt fyrir mér því að eins og þú kynnti mig inn þá sat ég í borgarstjórn 2018 til 2022 og þetta blasti við okkur borgarfulltrúum sem sátu þá með svipuðu sniði. Það kemur þarna jafnframt fram í frétt Morgunblaðsins að þetta sé nú aðeins skárra 2023 heldur en var 2022. Og finnst manni nógu Já, þá fór þetta upp í 8,3% veikindahlutfall af öllum borgarstarfsmönnum. Því eins og segir, þeir telja rúmlega 11.000 manns. Þannig að þegar maður sér þetta svona svart og hvítu 850 einstaklingar veikir hvern einasta dag sem að borgarapparatið á að vera í virkni og þjónusta borgarana með allskis erindi, þá náttúrulega bara eitthvað mikið að og það gefur auga leið. Og það athyglisvert, finnst mér í þessum tölum. Það ekki nýtt fyrir mér að það sé mikið veikindi í grunnþjónustunni. Á hjúkrunarheimilunum, í leikskólunum, í skólunum og svo framvegis. Því það bara viðurkennt að þar mikið álag og það mikil starfsmannavelta. Það sem hins vegar sló mig núna í þessum tölum það að þetta skuli vera svona hátt hlutfall inn á skrifstofunum. Þar sem við erum að tala þar sem embættismennin og topparnir sitja og fjárhaugur borgarinnar nú ekki góður og það hefur nú verið svolítið mitt leiðarstef í gegnum borgarstjórn að vera bend á það og komið tillögu til sparnaðar og úrbóta sem aldrei var hlustað á og það bara den tíð, den sorg og ég til dæmis lagði til ráðningabann að það yrði ekki ráðið í þær stöður þá í skrifstofulæginu sem að myndu losna og svo framvegis og það var ekki hlustað á það. En mér finnst svolítið athyglisvert að svona hátt hlutfall sé á þessu fjármála og áhættustýringasviði því að þá kannski fer maður að hugsa sem svo, þetta álag, þetta kulnun, þetta starfsfólk sem þarf að vinna gegn betri samvisku til að hlýða einhverjum fyrirmælum, ég veit það ekki, ég að velta þessu upp og svo ef ég fer alveg í hin áttina með þetta að þá líka alveg hægt að segja 8% veikindahlutfall Reykjavíkurborgar árið 2023 í þá veru að það sé hægt hreinlega að skera niður starfsmannafjölda 8%. Því að ef að vantar 850 manns í störf borgarinnar á hverjum einasta degi allt árið þá ekki ofmönnun að ræða. Það hin hliðin á peningnum. Já, sko
þetta náttúrulega mjög viðkvæm umræða. Við vitum ekki hvað á bakvið þessar tölur. Veistu hvort einhverja rannsóknir hafi verið gerðar á bara eiginlega rannsóknir, tekin viðtöl við fólk sem fjarverandi vegna veikinda? Ég veit það ekki en ég talaði fyrir því til dæmis að það yrði trúnaðarlæknar á þessum stærstu starfsstöðum því að á almenna markaðinu myndi þetta aldrei líðast svona lagað og almenni markaðurinn með trúnaðarlækna sem að fólk kannski þarf að gefa sig upp og ef það mikið veikindi þá fólk kallaði viðtal. Því að þrátt fyrir það að það sé bundið í kjarasamningum að hver og einn einstaklingur hefur 2 daga í mánuði í veikindarétt, þá orðið svo stór hópur af fólki sem lítur á að þetta séu frídagar og þeir eigi rétt á því að vera heima í 2 daga. En svo gerist það þegar einhver alvarlega veikindi kom upp og fólk þarf að vera fjarverandi kannski vikum saman, að þá engin veikindarétt til staðar. Þannig að þetta setur hið opinbera í svona dilemma varðandi það. Svo við tölum bara hreint út. Nú, ég var mjög var við þetta til dæmis í Ráðhúsinu og inn í Borgartúni þar sem allar þessar skrifstofur að það gríðaleg eineltismenning hjá Reykjavíkurborg og það mjög alvarlegt mál og það hefur verið reynt að taka á því og sem betur fyrir nú veikindahlutfallið ekki nema rúm 2% á mannauðssviði sem á að sjá að starfsfólkinu líði vel. Það gerðist þegar ég var nýkomin í borgarstjórn, þá tók ég upp hanskan til dæmis fyrir einn aðila sem hafði lent í miklu einelti og svona færðu til í starfi og það var hægt að koma verkefni til hans og annað þannig að ég tók upp hanska fyrir hann og það náttúrulega endaði með því að ég var eld af embættismenn borgarinnar í 2 ár og ég var sökuð einelti Já, skilur þetta fór. Þú varst ekkit síður sökuð einelti heldur en aðrir í þessum deilum. Ég var sökuð það gagnvart einni ákveðinni konu sem ég hafið hitt á fundum 2 þannig að ef að fólk lesi til einelti þá vita allir hvernig það það á sér staði við langan tíma og annað. Þannig að En upplifirðu spennu svona meðal starfsfólks vonda strauma? Já, svona bara það mikið að starfsfólki í Reykjavíkurborgar sem líður ekki vel í vinnunni. Það veit ég. Og ég og Kolbrún Baldursdóttir sem náttúrulega sálfræðingur og var oddviti Flokks fólksins, við vorum svolítið að garfast í þessum málum að því að hún náttúrulega fagmanniski í þessu. Og það sem kom mér mjög mikið á óvart, það var það hvað mikið að starfsfólki Reykjavíkurborgar var að hafa samband beint við mig og svona halva biðja hjálp og hvað það ætti að gera. En þetta kannski önnur hlið en akkurat svo sem við erum að tala þetta háa veikindahlutfall. En þetta gefur auga leið að það eitthvað mikið að í mannauðsmálum borgarinnar. Já. Og svo jafnframt líka það sem sláandi, sem ég vissi, það það hvað eru margir starfsmenn per íbúa hér í Reykjavík miðað við hin sveitafélögin. Það eru 13-14 borgarstarfsmenn á hvern einasta, sem sagt, ef við reiknum með því að Reykvíkingar séu 150.000, þá eru sem sagt einn starfsmaður á hverja 14 íbúa Reykjavíkur. Og það náttúrulega alveg galið eins og gefur að skilja. Yfirbyggingin hjá Reykjavíkurborg orðin svo gríðarlega stór eins og á ríkinu að það einhvern veginn ekkert lengur við ráðið. Viltu sérstakar rannsókn? Nú ég hætt í stjórnmálum og hætt hjá borginni en auðvitað ef að Reykjavíkurborg ætlar að taka sig alvarlega sem svo stór vinnustaður að þá verður á einhvern hátt að fara og skoða þessi mál. Því þetta ekki hægt að búa við hvorki fyrir starfsfólkið sem
lasið né borgarbúa sem að borga allt sitt útsvar til Reykjavíkurborgar og að vonast til þess að þessi farið vel með fjármunina og að þeim sé þá eitt í grunnþjónustu. Því að svo ef það eru 850 starfsmenn sem ekki kemur fram þarna í fréttinni sem eru veikir á hverjum degi, hvað þá verið að ráða inn marga til þess að sinna forfalla vinnu raunverulega eða hverjir eru það sem að taka við vinnunni af þessum 850 starfsmönnum borgarinnar. Er það gap, skiluru, og er það þá bara er það raunverulegt gap og er það tómt sem enginn að vinna störfin eða ræður kerfið við sín verkefni þrátt fyrir það að vanti 850 aðila til vinnu á hverjum degi. Og þá eru borgarstarfsmenn og margir ef það hægt að sinna þeim með þeim hætti. Þú hefur náttúrulega lengi talað fyrir því að þér finnist réttur opinberra starfsmanna fullvíðtækur og bara of margir opinberri starfsmenn og hallast til hægri í þeim efnum, ekki satt? Jú. Já, hvað myndir þú áætla svona af þinni reynslu eða tilfinningu að margir af þessum sem við erum að tala þarna, að við séum að tala hrein vinnusvik, heldur þetta sé einhver kúltúr að taka þessa 2 veikindadagi í mánuði? Þetta þykir bara hluti af starfsfríðindum eða hvað hefur einhverja tilfinningu fyrir því? Nú ætlum ég að tala almennt og ég tel að þú notar orðið kúltúr á þetta, ég tel að almennt í samfélaginu sé kúltúrin kannski komin á þann stað og þá ég ekki taka Reykjavíkurborg út úr því frekar en aðra starfsmenn sveitafélagana, aðra starfsmenn ríkisins eða aðra aðila á almenna markaðnum. Þannig að þetta bara það sem að maður hefur orðið vitni af og séð og það verið að ræða að það sé þessi 2 dagar sem fólk líti á að séu frídagar. Þannig að mér finnst allt og langt gengið að tala vinnusvik. Það getur enginn gert nema að greina þetta niður á hvern einstakling og þegar þú ert tala rannsókn. Jú, vissulega væri það gott fyrir borgarreksturinn að þetta tekið föstum tökum og þetta skoðað alveg onni í grunninn. En þetta svolítið skrítið líka hjá Reykjavíkurborg og það það sem að mér finnst líka svolítið sláandi því að inn í þetta megum við ekki gleyma að hið opinbera búið að fara í styttingu vinnuvikunar líka sem að almenni markaðurinn í fæstum tilfellum búin að innleiða hjá sér. Þannig að bæði vinnuskyldan tökur Reykjavíkurborg núna og opinber aðila, vinnuskyldan hjá Reykjavíkurborg orðin mun minni og þá hefði maður geta dregið þar ályktanir að þá kannski kæmi fólk hvíldar eftir helgi ef að stytting vinnuvikuna kemur alltaf inn á föstudag tráti eins og manni virðist vera að sé að gerast, að þá þetta ennþá skrýtnar að það hefur þá ekki þau áhrif kannski sem að verkalýðshreyfingin var að berjast fyrir að fólk ætti þá meiri tíma með sinni fjölskyldu og börnum og kæmi þá betur undirbúið til starfa á mánudagsmorgni eftir styttinguna. Svo líka forvitnilegt að velta þið fyrir sér hvað þetta svo kallega sí-áreiti til hvers það leiðir að ég kannast við það bæði eftir að hafa unnið hjá einu opinbera og í einkageiranum, meira í einkageiranum heldur en hjá einu opinbera reyndar að þróunin hefur orðið slík svona síðustu 5-10 árin, byrjar kannski fyrir 8-10 árum að í staða sem að bara kláraði vinnudaginn þá heldur hann alltaf endalaust áfram með endalausu sí-áreiti nótt sem dag, tölvupóstar jafnvel eftir miðnætti sem að bara mjög mikilvægt að svara og það hefur skapast mikið stjórnleysi, mikil ómenning í tengslum með þetta, það vantar mörk og það var forvitnilegt að vita að hvað miklu leyti þetta getur verið skýringabreyta. Já, þetta getur verið skýringabreyta en ef að ég væri opinber starfsmaður eða myndi vinna sem lögfræðingur á einhverju sviði Reykjavíkurborgar þá myndi ég temja mér það að þegar vinnudegi lýkur eða þegar auglýstur og lokunartími orðin í stofnuninni að þá ekki hægt að ætlast til þess að það sé verið að svara vinnupóstum
og þá þeim svarað á mánudegi. Ég til að þetta sé öðruvísi á almannamarkaðnum þar sem að þar held ég að þetta áreiti sé langt frekar heldur en hjá hinu opinbera og ég starfa núna sem lögfræðingur og ég finn það alveg og sé það að þegar ég að senda erindi til ríkisstofnana eða hvert sem eitthvert í opinbergeiranum að þá ekkert verið að svara mér tölvupóstum sko, þannig að það líka þannig en svo það alltaf hvernig stjórnandinn yfir viðkomandi deild sviði stofnun þetta jafnvel þessi veikindi hjá Reykjavíkurborg að því við erum að tala þau þetta jafnvel kannski ekki nógu góðu stjórnendur það geti verið stjórnendur sem ekki nógu sanngjarnir að deila út verkefnum og setja kannski meira álag á einn frekar en annan þannig eins og ég sagði í upphafi sko það svo fróðlegt að þetta greint betur niður og sko hvað það raunverulega margir sem hreinlega í veikindaleyfi út af bugunar ástandi sem endar svo þar að leiðandi í kulnun og svo ef að það sko megnið af þessu fólki komið á þann stað þá það orðið svo dýrt líka fyrir Reykjavíkurborg að þá þarf að jafnvel ráða fastan starfsmann inn fyrir hinn veika ef að hinn veiki veikur í 1-2 ár segjum svo og þarf jafnvel á endurhæfingu að halda og þarf kannski að fara inn í virkprógrammið sem frábært apparat til að grípa fólki í þessari stöðu þannig að það hvorki neinu fyrirtæki né opinberum stofnunum það hollt að þetta sé svona hátt veikindahlutfall út af þeim kostnaði sem hlýst af því í kjölfarið þegar hlutfall svona svakalega hátt. Svo líka annað sko sem ég að hugsa núna að mín reynsla af íslenskum almenningi að ekki síst íslensk láglaunafólk harðduglegt og gríðarleg vinnuharka og samviskusamt og ekki mikla líkur á að það sé ekki að mæta í vinnuna að það sé að búa til eigin veikindi það sem vinnusvik eins og við rættum áðan en sko maður hefur svona orðið hugsi þegar við förum ofar í fæðukeðinni að bara ég sem blaðamaður, fréttamaður seinni ár sko ég séð einhvern veginn þá vendingu eða séð fleiri sögur enda þannig eftir einhver átök sem verða á meðal yfirmanna og fólk sem fær borgað fyrir að axla mikla ábyrgð, fær auka þóknun fyrir það að sko að sögurnar enda með því að einhver farin í leyfi, einhver farin í veikindaleyfi, einhver sem stóð í ströngu, hann endar í veikindaleyfi og þegar þú nefnir þetta með munin á veikindadögum opinbera starfsmanna og annara þá náttúrulega himinn að hafa milli þú getur kannski verið í veikindaleyfi í 6 mánuði eða eitthvað svoleiðis hjá ríkinu sem að náttúrulega kemur allt í greina á einkamarkaðinum en sko maður hefur velt að því að sko þótt umræðan sé viðkvæm og þótt við megum ekki fara að skrýmslavæða starfsmenn Reykjavíkurborgar og þótt við þurfum alltaf að hafa það í huga að fólk að jafna því gott og heiðarlegt og það mikil vinn og harka á Íslandi þá svona sitt hvað sem bendir til þess að forréttinda fólkið okkar, það hafi kannski aðeins meiri úrræði núna til þess að fara mjúklega út úr aðstæðum heldur stundum áður. Það þín tilfinning líka? Já, það gott að kemur inn á þetta og þetta náttúrulega opnar aðra gátt fyrir okkur til að tala Það í fyrsta lagi, ég hef stundum verið svo hörð að segja að það séu sko 2 þjóðir í þessu landi. Það sem sagt opinberir starfsmenn með ríkuleg réttindi sem að þegar kemur að vinnu og ríkistryggðu lífeyrissjóðum og hins vegar það almenna markaðurinn þar sem að harkan gildir og þar sem að hörkuduglegt fólk og það kannski almenni vinnumarkaðurinn hefur kannski oft verið jafnvel mjög óvæginn, ég skal ekki segja það sem fólk bara látið fjúka því það leitt inn að skrifborðinu sínu og það farið út og það slökkt á því raunverulega tölvupóstuð kippt úr sambandi öllu og fólk bara lappar út á götu og farið og það búið að segja því upp. Þetta myndi aldrei gerast hjá opinbera og hjá Reykjavíkurborg. Þannig að þegar svona og sko ég til að þessi ekki eins mikil vinnuharka hjá hinu opinbera
og ekki eins mikla kröfur gerðar varðandi það að vera svo hamstur í búri og skila og engin svona akkursvinna, skilurum mig? Jú, nema kannski þegar verið að skila fjárhagsáætlun af því að það svið mælist hæðist hérna í þessum veikita forföllum að svo sko sá ég það nokkuð oft hjá borginni að hérna það var svona mannus vandamál og það var grunur einelti og það var akkurat svona verið að taka verkefni á fólki og annað. Út af því, þetta gerist á þann hátt að stjórnandinn, hver sem hann hefur ekki þessi verkfæri í sína tösku til þess raunverulega að segja viðkomandi upp. Og þetta sko einkennandi hjá ríkinu. Það þarf áminningaferli, það þarf að áminna viðkomandi einstakling 3 sinnum fyrir sama, ekki brot í starfi, heldur sömu mistök í starfi, við skulum bara vera mjúk í því og þá hægt að segja honum upp. Hinn kosturinn að fara í skipulagsbreytingar og uppsögn í kjölfarið. Þannig að gallinn við opinbera kerfi hér á Íslandi, það að það ekki hægt að fara í beina uppsögn eins og gerist á almenna vinnumarkaðunum. Og þess vegna tel ég að ríkið vaxið okkur langt yfir höfuð út af þessu og sveitafélögin líka að það mjög erfitt að losna kannski við starfsmann sem að getur verið hæfileikaríkur einhvers staðar annar staðar en kannski passar ekki akkurat inn í það starf sem var ráðinn til. Það var þannig sko að fyrir þetta aukna atvinnuríki sem var hjá ríkinu þá félst fólk á að launin væru ívið lægri vegna þess að það var meira atvinnuríki. Nú hefur það gerst í seinni tíð að sko stofnanir hins opinbera hafa yfirboðið og keypt upp fólk úr einkageiranum og greiðið í hærri laun heldur en það getur fengið í einkageiranum á sama tíma og það heldur öllum auka réttindunum. Þetta bara hræðilegt að hafa hort upp á þetta og lengi vel, þangað til fyrir 2 eða 3 árum, þá var þar að auki opinberi geirinn með aukin lífeyrisréttindi. Á þessum grunni að það var viðurkennt að opinberi geirinn væri með lægri laun heldur en almenni vinnumarkaðurinn og þetta var bara einhvers konar bara samkomulag og þetta voru allir sátti við. En þetta elitíski hluti opinbera starfsmanna. Já, ég tek það fram. Þetta ekki fólkið á hjúkrunarheimilunum og ekki fólki sem að hleypur fyrir okkur daginn út og inn. Og ég hef alltaf gert greinamun þarna á milli. En svo hefur það gerst núna í seinni tíð að lífeyrisréttindin eru orðin hins sömu, almenni markaðurinn var hækkaður upp í lífeyrissjóðsréttindi og borganir opinbera geirans, en það sem að hefur síðan gerst í framhaldinu sem að ég raunverulega skil ekki út af líka þessu atvinnuöryggi sem ég var að fara yfir áðan. Ef þú ert einu svona ríkisstarfsmaður eða sveitafélagsstarfsmaður að þá ertu raunverulega komin bara með lífstíðastarf og ekki hægt að hreyfa við þér. Að þá það á Íslandi þegar við lítum Norðurlandana þá þetta alveg absúrt, skiluru. Nú orðið hér á Íslandi árið 2025 þá opinberi geirinn farin að leiða kauphækkanir á almennamarkaðnum. Og ég segi bara hvernig gat þetta gerst? Og þá þetta orðið, eins og segir, elitan sem vinnur hjá ríki og sveitafélögum og svo það almennamarkaðurinn. Því að þá ekki bara það að opinberi markaðurinn toppanir þar. Við skulum bara taka ráðuneytisstjóra og hvað það heitir allt, skilur mig og deildarstjóra og skrifstofustjóra og svo framvegis að þeir eru orðnir hærri í launum heldur kannski forstjórar einkafyrirtækja. En í einkafyrirtækjunum, oft á tíðum og yfirleitt, eru stjórnir sem eru grimmar og ef eitthvað stjórnandi stendur sig ekki, þá látið fjúka. En á meðan hið opinbera getur verið með alveg galómögulegan stjórnanda eða sem sagt forstöðumann stofnunar og það ekki hægt að losna við hann. Og hvað þá oft gert til að leysa þann út? Viðkomandi einstaklingur, hann færður úr starfi og hækkaður upp. Hann fær betra starf í staðinn ef það vera að losa viðkomandi út úr einhverju deild eða stofnun. Og þetta einkennandi fyrir okkur líka. Og þá segi ég bara hvað að?
Við þurfum það er sennilega best að nálgast þennan vanda þannig að ef fólki líður illa, þá fer það ekki vinnuna sína. Og þá þurfum við að skoða af hverju líður fólki illa. Að mæta í vinnuna, glaður í bragði og finnast vinnustæðurinn skemmtilegasti hluti dagsins kannski langsótt keppikefli en ég vissum að bæði ég og þú við þekkjum munin á þessu, hvað stundum rosalega gaman að fara í vinnuna og svo hefur við verið á öðrum vinnustöðum þar sem að hafa verið þung skrefin bara í sturtuna á mótnana og maður kannski lætur sig hafa það en þetta spyr líka bara spurninga depurð og hvort við erum að ganga til góðs og svona þetta spyr stórra samfélagslega spurninga að mínu mati. En Vigdís, má ég svona aðeins í lokin á þessu spjalli okkar rukka þig aðeins viðhorfið þín til umræðuefnis núna síðustu daga sem framkvæmd kosninga. Að þú náttúrulega gamal reyndi í þessum málum og umboðsmaður Miðflokksins ekki satt í síðustu kosningum. Jú, í Reykjavíkurkjördæmi norður. Og við erum að fá eiginlega núna bara hverja hryllingssögun á fætur annari það hvernig heiðvirt fólk, saklaust fólk sem greiddi atkvæði bara eftir bestu vitund og getu og hafði kannski mikið fyrir því að koma atkvæði sín áfram að það kom aldrei fram. Við erum með norðaustur kjördæmi, fréttir í dag og við höfum verið með suðvestur kjördæmi, það eru einhverjir tugir atkvæða, ég veit ekki hvort það eru 100, ég veit ekki hvernig maður sagan sér rétt að byrja og þetta er korteri eftir Borgarnesumræðuna þegar átti nú heldur betur að taka til og auka trúverðuleika Íslendinga í kosningamálum. Hvernig líst þér á þetta alls? Þetta er bara hryllingssaga. Að mínu mati. Ég er áhuga manneskju kosningar og horfa upp á það sem er að gerast núna. Þetta er bara hryllingur og talandi akkurat styttingu vinnuviku eins og fréttir sem að voru að berast af því að hjónin komu á bæjarskrifstofu Kópavogs og ætlaði að koma atkvæði sín til skila þar eins og auglýst var að það sé hægt að koma utakjörfundaratkvæðum á ákveðna staði þá er bara búið að loka 1:00 á föstudegi daginn fyrir kosningar. Þau að vísu slupp í gegn samkvæmt fréttum og þeim að bent á það að fara og skila þeim niður í Holtagarða en þessir kassar sem að finnast eftir kosningar líka þegar svona mjótt á munun þá þetta alveg rosalegur áfellisdómur yfir íslensku samfélagi bara okkur sem ríki að þetta það sem að vitað en hvað eru mörg atkvæði sem eru hulin sem að eru ykkur staðar í ykkurum kössum eða liggi í ykkurum póstkössum og eru jafnvel ekki skilað og það hlýtur að verða atkvæða út úr þessu ef að ykkur aðili situr kannski allt í einu upp með það ykkur póstkassa, ykkur opinber stofnun og þar séu allt í einu kannski fleiri tugir atkvæða. Þetta er alveg rosalegt. Eitthvað af þessu má rekja til þess að kosningalögum var breytt. Ég var alla tíð á móti því þegar ég satt á þingi. Nú búið að setja saman í einn lagabálk allar kosningar. Það eru forsetakosningar, þingkosningar, sveitarstjórnarkosningar, þjóðaratkvæðagreiðslur. Það verður eitthvað rosa gæluverkefni hjá einhverjum að setja þetta saman í einn lagabálk. En þessar kosningar allar mjög mismunandi og fara eftir sikkvori reglunni bæði framboðsfresti og hvað þurfa að vera margir meðmælendur og lista hverjir eiga að sjá kosningarnar og svo framvegis. Þannig að þetta er eins og þú segir eftir Borgarnesruglið og það sem að fór á stað eftir það að það skul ekki vera vandað til kosninga hér á landi eins og hefur birst okkur, það er bara hræðilegt. Ekki síst núna þar sem að bara örfá atkvæði til eða frá geta breytt heilmiklu kjörna fulltrúa. Já, líka svo að koma svo misvísandi og sem að gera þetta svo ótraustveikjandi, misvísandi upplýsingar fram í fréttum. Tökum kragan. Fyrst að talaðu 12 til 15 atkvæði og ég bara, 12 til 15? Býtu, hvað voru mörg atkvæði í kassanum? Voru þau 12? Voru þau 13? 14 eða 15? Var ég að hugsa, heyrðu, svo bara næst þegar ég opna fjölmiðla, þá komið í ljós að voru 25 atkvæði sem voru í þessum kassa í kraganum. Í norðausturkjördæmi
þar kassi með atkvæðum sem fannst 11 dögum eftir kosningar og við fáum ekki að vita það hvað eru mörg atkvæði þeim kassa því að yfirkjörstjórnin þar ætlar ekki að opna kassan að því að búið að telja og kærufrestir útrunnir og þá fer maður að spyrja sig líka á þess að ég sé að lýsa yfir því að ég sé eitthvað paranoid, alls ekki. Hvað það sem þá í kosningum sem að aldrei kemst upp? Samanber þessi 2500 atkvæði í Reykjavík sem allt í einu dúkkuð upp á fundi kjörstjórnar klukkan 2 á kjördag og ég spyr hvaðan þau koma og ég bókaði sérstaklega það og það verði uppi fótur og fit og yfir kjörstjórnina bæði Reykjavík norður og Reykjavík suður hurfu úr ráðhússalnum og mér var boðið að bóka og allt í einu var ég komið með fartölvu kjörstjórnana í hendur bara sem sagt og farin að skrifa mína bókun í þá tölvu sem náttúrulega ég sem bara konut í bæ á ekki að aðganga að tölvubúnaði kjörstjórnana í Reykjavík og eins og ég hef sagt það veit enginn hvaðan þessi atkvæði komu og það veit enginn hvert þessi atkvæði fóru og 2500 atkvæði alveg rosalega mörg atkvæði og þá fer maður að spyrja sig eru kassarnir nógu innsiglaðir þú veist, af hverju kjörkassanir ekki gegnsæir þannig að við sjáum hvort þessu tómir þegar kosning hefst hvað gerist þegar verið að flytja kassanum milli húsa það búið að taka lögreglu þáttun út úr þessu lögreglan sá alltaf hér áður fyrr að flytja öll kjörgögn enda náttúrulega atkvæðisrétturinn okkar helgasti rétturinn sem við eigum að geta sýnt með atkvæð okkar hvað við viljum og hverjir okkar óskir eru til að sjá samfélagið okkar í framþróun. Þannig að talandi rannsókn, þá tel ég að það þurfi rannsókn á þessum kosningum, síðustu alþingiskosningum, til að fá það á hreint hvernig öllum málum háttað. Það þarf að taka systemið upp á nýtt. Ég ekki að tala að breyta lögunum því að það alltaf einhverja lagabætur sem við erum í. Ef að það þarf að breyta lögunum til þess að hindra það sem gerðist, þá verður að gera það eða semst að útfæra það í reglugerð. En það verður að rannsaka það hvað fór úrskeiðis í þessum kosningum. Og það þýðir ekki að bera það fyrir sig að kosningarna hafi borið að með skömmum tíma eða þá það hefur verið vetur og vitlaust veður. Við eigum alltaf að vera tilbúin í kosningar og landskjörstjórn til þess að vera alltaf tilbúin í kosningar sama hvað og svo var ákvæðum náttúrulega yfirstjórnir sem sagt kosninga á Íslandi breytt með þessum nýju lögum og landskjörstjórn orðin stjórnsýslunefnd og starfar allt árið. Þessna ekki hægt að bera fyrir sig það að vera skamma tími fyrir kosningar. Mannréttindadómstóll Evrópu nýbúin að flengja Íslenska ríkið fyrir borgarnesmálið. Þar voru rangar ákvarðanir teknar eftir algjört fúsk og hrylling. Já. Og nú erum við að fá fjölda nýrra mála. Við erum líka að heyra í trúnaðamönnum flokka eins og ég heyrði í umboðsmanni Samfylkingarinnar sem hefur kært Suðvesturkjördæmi sem að líkti, hann sagðist kunna fljúga og hann sagði að þar væri allt í náttúrulega stöðlum og verkferlum og þú bara með manual og þú bara gerir allt með sama hætti en það verðist vera alls konar svigrúm til persónulegra ákvarðana inn á talningarstöðum. Já. Við vitum það alveg Vigdís að þeir sem hafa valist til starfa inn á þessa talningarstaði það svona betri borgarar samfélagsins. Jaðar framboð þau eru bara hreinlega líklegri fullyrði ég til þess að þegar kemur til dæmis mat á hvort vafaatkvæði gilt eða ógilt. Þetta allt, við erum farin ég alveg sammálaður með það að við erum farin að endurskoða núna hugmyndir okkar réttlát kosningaúrslit langt aftur í tíman. Já. Og það náttúrulega ömurleg óvissa. Já, og ég tek sérstaklega undir það sem þú segir að með nýja flokka sem að riða sér til rúms og þá líka minni flokka að þetta kerfi sem búið að búa til það á undir högg að sækja
og þá sérstaklega gagnvart akkurat þessum flokkum sem að við erum að lýsa hér bæði. Þannig að þetta og að því voru að tala um vafaatkvæði, það mjög skrítið að það skuli ekki vera sama í hvaða kjördæmi maður greiðir atkvæði, því að flokkunin og ákvarðanir varðandi vafaatkvæði eru mismunandi eftir því hvaða kjördæmi maður í, og það náttúrulega gengur heldur ekki að það sé ekki sama hvar þú greiðir atkvæði. Þannig að þetta hreint með ólíkindum. Og ég ánægð með Pírata því leyti, þeir náttúrulega vinna alltaf fyrir alla flokkana sem eru í framboði, því að þeir eru mjög duglegir að fara og innsigla kjörkassa, en hugsaðu þér, í Reykjavíkurborg þá byrjað að flokka utan kjörfundaratkvæði á miðvikudegi og kosningarnar eru á laugadegi, og það opnað, ytra umslagið opnað, það farið að tjekka á atkvæðum annað, svo þetta bara geymt í ráðhúsinu, okkur sagt að þetta sé innsiglað og annað. Þetta ekki hægt að láta bjóða sér þetta. Auðvitað á Reykjavík, sem eru 2 kjördæmi, nú ég að tala um alþingiskosningar, að það sé kjörstjórnin sé á einum stað í Reykjavík norður og á öðrum stað í Reykjavík suður, en ekki vera grautis öllu saman nýri ráðhúsi Reykjavíkur og segja svo, það svo mörg utankjörfundaratkvæði sem komið til Reykjavíkur og við verðum að byrja á miðvikudegi að rjúfa innsiklaða kassa og rjúfa innsiklaða atkvæðum. Þetta dæmi myndi aldrei halda fyrir Mannréttindadómstól Evrópu, aldrei. Og bara svona aðeins í lokin, að því að ég gerði svo mikla athugasemdir við þessi 2500 atkvæði sem að enginn vissi sig hvaðan komu eða hvert fóru, að ég skrifaði erindi til landskjörstjórnar og fóri við ferilinn kosningafyrirkomulagið í Reykjavík, og svo fekk ég viðbrögð frá landskjörstjórn 4-5 dögum seinna, og þar var ég spurða því hvort að mætti skilja erindi með til þeirra sem kæru. Þannig ég svar tilbaka, nei, þetta úrdráttur úr atburðarásinni Reykjavík, og ég hef það eina markmið að kosningunum í Reykjavík verði komið í lag og þetta verði með þeim hætti að þetta sé traustvíkjandi, og lagði ég fram til að þetta tekið úr ráðhúsinu og sett út í kjördæmin sem dæmi. En svo kannski eftir á, þegar ég farin að sjá og við og landsmenn hvernig eftirkostin í öðrum kjördæmum, þá kannski hefði verið rétt hjá mér að hafa þetta hreinlega bara formlega kæru, þannig að það yrðu athugasemdir í hver einst kjördæmi og sem kallaði þá ítarlega rannsókn óháðra aðila. Mér finnst líka mjög áhugavert að það eiginlega alveg sama hversu mikið fúskið og hver vond mistökin eru, að aldrei segja neitt af sér. Aldrei axlar neitt þannig ábyrgð að við getum átt von á því að með því sé verið að reyna að búa til sátt á milli ríkisins og borgarana það, já, okkur þykir leitt að þetta hafi gerst, þessi verður færið til hliðar, hann segir af sér, hann gerir það sjálfur vegna þess að við viljum halda áfram að byggja upp traust, það ekkert svoleiðis. Svo sammálaður. Svo líka eitt lapsus í kosningum, sveitarstjórnarkosningum, að við erum náttúrulega með mörg sveitarfélög, nú ætlum ég bara að taka Reykjavík. Í Reykjavík starfandi meiri hluti, og meiri hlutarnir í hverju einasta sveitarfélagi sjá að framkvæma komandi sveitarstjórnarkosningar. Þetta skapar vantraust hjá mér sem dæmi, að því ég var í framboði til borgarinnar, að meiri hluti hvers sveitarfélags skuli sjá framkvæmt kosningana, meiri hlutin sér að velja eins og talaður starfsfólk inn á kjörstaði, starfsfólk í talningu og alla starfsmennina sem að tilheyra kosningunum. Þá auðveld leið sé til þess vilji að svindla, því að almenni borgarinn og minni hlutin kemst ekki að þessari vinnu, skilur mig, þannig að eðlast hefði verið til dæmis að Garðabær myndi sjá kosningarnar í Reykjavík myndi sjá kosningarnar í Hafnarfirði, Árborg myndi sjá kosningarnar á Akureyri, til þess að rjúfa þessi pólitísku tengsl við sveitarstjórnarkosningar. Ég tel að það sé það sem við þurfum að gera, þannig að kosningarnar í hvaða sveitarfélagi sem séu hafnar yfir allan vafa hugsanlegt kosningasvindl. Vigdís Hauksdóttir, takk fyrir komin og takk fyrir spjallið. Já, takk sem leiðis. Og
Takk áhorfendur, góðir og hlustendur. Ég heiti Björn Þorláksson. Þetta endirinn á rauða borðinu í dag. En við verðum hér aftur á morgun klukkan 8 með glænýtt efni og vonandi sprúðlandi, spennandi og skemmtilegt. Bara rétt að minna ykkur á það að ef ykkur líkar dagskrá samstöðvarinnar þá bara ansi góð hugmynd að þið látið vini ykkar og kunningja vita af því. Við erum að einhverju leyti háð líka því að þið borgið, þið sem eru aflögufær, að þið látið hóflega fjárhæð af hendi rakna ef þið getið það. Það hnappurinn á vefsíðunni samstöðin.is þar sem ástendur áskrift og það þarf nú ekki nema 2500 krónur á mánuði til þess að kannski hafa allt með það að segja hvort þessi litla stöð okkar sem hefur vakið gríðarlega athygli, hvort hún heldur áfram að vaxa og dafna eða hvort niðurstaðan verður eins og oft talað að einkareknir miðlar, til dæmis í samkeppni við Ríkisútvarpið, þeir eiga ansi erfitt uppdráttar. Ég held að við höfum fengið 6 milljónir í opinberan styrk á síðasta ári en Ríkisútvarpið fékk 6 milljarða pluss milljarða að auki í auglýsingatekjur. En vonandi líka ykkur dagskrá kvöldsins og við verðum sem fyrr segir hér aftur á morgun klukkan 20, verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.